á tali hjá Hemma Gunn. Takk fyrir ágætu gestir hér í hlýjum sjónvarpssalnum og gott kvöld, góðir landsmenn. Það frost á fróni og það mikill og góður hiti hérna hjá okkur í sjónvarpssalnum. Þetta að sjálfsögðu bein útsending. Þetta þátturinn á tali og ég þessi Hemmi. Þetta fólk sem hérna hjá mér í sjónvarpssal í kvöld frá fyrirtækinu Brimborg og svo kom fólk, ungi krakkar, alla leið frá Seyðisfirði til þess að fylgjast með þessari beinu útsendingu hérna frá Laugavík 176 og ég ætla að nota svona nýyrði. Eru allir í góðu skapi? Eins og heyra má, þá allir í góðu skapi hér í sjónvarpssalnum og ég veit að þið eruð í góðu skapi búin að koma ykkur vel fyrir framan sjónvarpstæki. En áður en ég tíunda það sem verður á boðstólum í þessum hugsanlega heimilislega þætti og þá ætla ég að kynna hljómsveitina Eldsnöggt. Finnbogi á bassa. Villi Guðjóns á gítar. Gunnar Jónsson, trommur. Kristinn Svavarsson á saxofón. Og hljómborðssnillingurinn Magnús Kjartansson úr Hafnarfirði. Sumir hafa spurt mig af hverju ég sé að kynna alltaf hljómsveitina, þetta alltaf sömu mennirnir, en þetta svo ljúfir drengir og þetta almenn kurteisi, finnst mér, og meðan svo þá held ég bara áfram. En hjá okkur í kvöld þá verða tvær hljómsveitir, það verða frá Skagaströnd koma hressir rokkarar, Jójó, við fáum skemmtilega einni rokkara hérna úr Reykjavík, Langasela og Skuggana, tónlistarmaðurinn Valgeir Guðjónsson kemur, þá má nefna úr Garðinum, Söðumirsjó, þaðan kemur Bjöllukór, mjög skemmtilegur og svo ætlum við að reyna að gera Michael Jackson æðinu einhver skil. Brandarakeppni, spurningaleikur og margt fleira. Ég held að sé vel þess virði að vera bara með okkur næstu klukkustundina. En í gær þá hitti ég ungan mann og hann verður fyrsti gestur mig hér á eftir en ef ekki hafa svolítið trukk á þessu í kvöldmæki að það svo kalt úti. Að sjálfsögðu. Það ekki? Jú. Þú ullaðir á mig áðan þegar ég var að kynna þig, allt var að fá þetta. Hemmi, svaraði mér einni spurningu. Úr Hafnarfirði þá? Já. Hverju svaraði læknirinn manninum sem kom til hans og sagði, læknir, mér finnst ég vera epli. Nú, við verðum að komast að kjarnamálsins. Það þá ekki bara að drífa í því. Jæja, en góður gestir, að fyrstu gestur minn, ég hitt hann sem sagt í gær og hann aldeilis óþekktur. Hann hefur aldrei komið fram í sjónvarpi eða útvarpi svo vitað sé og ég bað hann bara að koma hingað. Við þekkjumst ekki neitt og nú ætla ég að biðja gesti mína hér í sjónvarpssalnum að taka sérstaklega vel á móti honum því að hann heitir Tómas Freyr Aðalsteinsson. Gjörðu svo vel! Tommi. Ég var að segja fólkinu, Tommi, að við hittumst í gær og fæ ég þá ekki eitt kost að kynna. Þú svo fínn. Ert í leikskóla? Hvaða? Túni. Grænatúni? Já. Og hvað þið að gera þar á daginn? Bara leik. Og hvað þið að leika ykkur? Það stundum við bíló og plingmús, sar. Já, og þið svo ekki að teikna og svoleiðis? Ertu góður? Ertu góður að teikna? Ha? Já. En kanntu þá ekki einhverja brandara? Já. Það þarf að segja mér einn. Ákveðum að haffeyringa mjólkina í búðinni. Ha? Akkur opna haffeyringa mjólkina í búðinni. Akkur opna haffeyringar mjólkina í búðinni? Ég veit það ekki, akkur. Stendur að mjólkina opna í hér. Það stendur á mjólkinu opna í hér. Þetta Maggi?
Hvað ætlar Tom að vera þegar hann verður stór? Hvað ætlar þá að verða? Líkari. Leikari? Af hverju? Ekkert að fara í tónlist? Þú nú gaman að tónlist. Hæ? Ætlar ekki að vera trommuleikari? Jú. Þú ert með svona. Ég sagði það. Þú bara sagði það. En ég fékk þig hingað sem fyrsta og þú er svona heiðursgestur í þessum þáttum. Og ég ætla að biðja þig að syngja fyrir okkur. Og ég bað þig að koma með trommuna, ég reynda að ná í hana. Og eigum að biðja hann Finnboga að rétta okkur trommuna. Ætlar þú að rétta okkur? Já. Já. Það er svo vel. Heyrðu, vittu við? Þetta gengur ekki. Við þurfum að laga hann eitthvað. Sjá. Ég kann ekki. Hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Hún er niður og bara hinga. Er þetta í lagi svona? Heyrðu, en hver er uppáhalds söngvarðinn? Stefán Hilmar. Stefán Hilmarsson. Er hann skemmtilegur? Getur þú þá sungið eitthvað lag sem Stebbis Hilmars hefur sungið? Hvaða lag ætlar að syngja? Sókrates. En þá verður að syngja hátt svo allir heyri. Og þú, ég held bara að við hefum ekki að byrja, við hefum ekki að klappa fyrir honum og sjá hvað gerist. Og nú bara að syngja nóga hátt. Og svo bara hátt. Wow! Veistu það? Að ég bað hann Stefán að koma hingað. Þú sagði mér það í dag að hann væri eftirlæti söngvarðinn. Ég var líka svona blötu. Veistu það, ég heyrði þér hérna á göngunum. Á tómri tilvílun, þá var ég með þessa plötu hérna í pókahorninu. Ekki neina það, þannig að þú verður bara að skipta henni. En hérna, þarna eru ýmis lög og svona skemmtilegt og þarna er lag með Sú Ellen og... Býta aðeins, Stefán. Text eftir Hólmgrím Heikirsson. Þetta var svo frábært, ég verð að gefa honum hérna eitt par af kjöðum. Hann ætlar að gefa þér svona kjöða því þinn er svolítið broti. Já. Það var frábært. Sérðu. Og hvað segir þú? Mér finnst Tómas eiga þessa plötu skilið og þess að ætla ég að gefa þér þessa plötu, Tómas. Þú skilar þér bara í næstu plötubúð. Sérðu, horfðu á hann. Þetta er nú... Til dæmis eitthvað með hemmagunni eða eitthvað. Það er ekki kísanarkynna fyrir. Hérna er hetjan. Ég held að við getum öll klappað fyrir þessu náttúrubarni sem hérna er komið aldeilis ófeimin og er búin að gefa okkur aldeilis af sjálfum sér hér í kvöld á þessu kalda vetrarkvöldi. Og ég ætla að þakka þið bara aftur fyrir, Tommi, og ég vonast til að fá þið einhvern tímann aftur í þáttinn. Og nú ætla ég að biðja hann Stefán að labba með þið fram. Gefum hann gott klapp! Já, það var ekkert annað þetta, sá sem kastaði boltan hérna til mín, var Bjarni Felixson. Handbolti og hvað? Skilaboð?
Jú, það var að ljúka landsleik Íslendinga og Búlgara í B-keppninni í handknattleik í Frakklandi og það var Bjarni Felixson að vísu fyrir bakvörður í knattspyrnu og þetta sennilega í fyrsta skipti sem hann kasta bolta, þarna sé ég hann hlær og Ísland lék fyrsta leikin við Búlgari í kvöld og hvernig fór? Getið náð þessu? Ísland 20, Búlgaría 12. Já, 20-12. Og að því hann stendur þarna beint fyrir framan með hann Bjarni Fel, að þá ætla ég að segja að það hefur verið næsta víst að það hefur verið öruggur sigur. En staðan í hálfleik var jöfn, 0-0, Íslendingar byrjuðu illa, eins og annarlega. En síðan jafntefli hálfleik 8-8 og Íslendingar unnu síðari hálfleik 12-4. Nú Einar Þorvarðarson, segir Bjarni hérna, var besti leikmaður í kvöld, varði 20 skott. Þorgils Óttar Matthísen, Héðinn Gilsson skoruðu 5 mörk, Kristján Arason 4, Bjarki Sigurðsson 3, orðin góður, Bjarki, og Alfreð reynda líka, gerði 2 mörk því þeir voru báðir á svona sjúkralista og Jakob Valtmaður Sigurðsson 1 mark, þetta setur Bjarni bara fyrir mig. 2012 og klöppum aftur fyrir íslenska landsliðinu og Bjarni. Já, svona held ég að við höfum þennan þátt í kvöld, bara fullan af óvæntum atvikum og þannig á lífið að vera. Skemmtilegt. Og þá komið að fyrsta, eða öðru tónlistaratunni, ég vil nú ekki gleyma nú Tómasöfinni, það var mikið sem hann gaf okkur. Og Iljamannu Hjartarætur. Og þá komið að rockurum miklum sem að hafa verið talsvert öðruvísi, þeir eru ársgam gömul hljómsveit, vakið mikla strax athygli og eru nú að senda frá sér hljómblötu á næstunni einhvern tímann. En þeir fara nú ekki aldeilis svona beinlínis tróðunar slóðir, þeir eru hressir, skemmtilegir, þeir ætla að leika fyrir okkur lag sem heitir Breiðholts Boogie. Og hljómsveitin sem ég ætla að bjóða ykkur upp á núna í byrjun er Langi Seli og Skuggarnir. Gjörðu svo vel. Og þegar myrkrið færist yfir Breiðholti og blokkina ber við himinninn, ég labba eftir löngum göngustíg með steinsteypu á hvora hlið. Ég sparka í dós eða ljósastaur, loftið hlaðið rafmagni. Kennið í sjoppu fæ mér síku og kók sem ég kveiki í og reiki í einum smók, en glerinu gríti ég götuna á, farðu frá, já farðu frá, já farðu frá, já farðu frá. Sjoppa fá mér síku og kók sem ég kveiki í og reiki í einum smók, en glerinu gríti ég götuna á, farðu frá.
Og þetta var hljómsveitin Langi Silli og Skuggarnir og fluttu lag eftir hljómsveitina sem heitir Breiðholts Boogie. Og þá vil ég nota þetta tækifæri og óska eftir ábendingum ykkar. Þetta er jú þátturinn ykkar, áhorfendur góðir. Og það hefur verið góð samvinna með okkur í allan vetur, í brandarakeppninni og ég veit ekki hvað og hvað. En margar spólur og svo er söngvarakeppnin og ég vil enn skora á fólk, borist margar snældur með söng. Það þarf ekki að vera mjög vandað, það er bara án undirleiks, syngja í eldhúsinu heima. Það er ekki nóg að vera þessu einhverjarinn á klósti, heldur að lega okkur að heyra. Svo veljum við úr og gefum fólki tækifæri og einnig vil ég fá ábendingar einhverjar í spurningakeppni. Ég er að vísa með spurningakeppni í kvöld. En fá ábendingar einhverjar sem eru vita mikið einhver þjóðleg efni. Við haldum okkur að sjálfsögðu við landið okkar. En það er söngvarakeppnin og ég Hvað er nú? Guð, söngvarakeppnin byrjar, ég er búin að missa því. Nei, ég var að segja. Færðu þetta fram, Hvað nú? Þú er svo ódannaður. Nei. Maður kemur hérna, þá færir ekki eins og situr eins og klettur bara. Ég var að segja. Eins og sett búin að, ég veit ekki hvað. Elsa. Guð, veistu, ég er búin að undirbúa mig svo mikið. Fyrir hvað? Söngvarakeppnina. Það er ekki byrjað. Elsa mín. Guð, ég er sem er í ljósum á hverjum einstu degi. Elsa. Guð, veistu það, þetta er satt sem sagt er. Hvað? Selurinn hefur mannsögu. Selurinn? Já, var þetta ekki Langi Silli á hann? Þeir voru allir með mannsögu, ég sá það. Nei, hún er ekki byrjuð. Guð, jú, hún er ekki byrjuð. Þú varst að segja það á hann, ég heyrði það. Já, þú ætti að reyna að láta keppnina fara fram á þess að ég komist inn í hana. Því þú veist að ég sigra. Já, það verður þá bara að hafa það. Þú ert alltaf á móti því. Já. Það gengur ekki. Ef ég fæ ekki gera það núna, að þá er mér að mæta. Nú? Já, þá er mér að mæta. Nú, hvernig þá? Skila lyklinum. Lykli hvað? Þú veist alveg hvaða lykli. Við ræðum þetta seinna. Ekki láta því. Jæja, Já. Háskólinn skal sjá sko eftir þessu, góður minn. Elsa mín. Já, ekki tala um það meira. Já, eins og ég segi þetta, ég veit ekki hvað þessi þáttur endar. Þá ætlum við að reyna að halda áfram með þáttinn sjálfan og þá er komið að tónlistarfólki sunnan úr garði. Og það er óvenjulegt tónlistarfólk að því leyti að þetta er Bjöllukór, tónlistarskólans í garðinum. Og þau ætla að flytja okkur lag eftir Cat Stevens sem að margir kannast nú vafalítið við, Morning Has Broken eða Dagrenning, og ég vil bjóða velkomin hingað í sjónvarpssal Bjöllukór tónlistarskólans í garðinum. Gjörðu svo vel! Og þetta var Bjöllukór tónlistarskólans í garðinum og það var Jónína Guðmundsdóttir sem stjórnaði. Virkilega fallegt. Og þá er komið að földu myndavélinni og þá var komið að því að fela hana og við fórum með hana í eina stórverslun í Reykjavík
og ég fekk forstjóra í teppabúð til þess að fara í hlutverk læknis. Það er mikið harður vetur búinn að vera hjá okkur og svona lurgur í fólki mörgum og við ákváðum að læknarnir væri nú svolítið svona, kæmu út til fólksins og fengum forstjóran til þess að fara í læknaslopp með tösku, setjast inn í stórverslun og bjóða fólki bara aðstoð þannig að það þyrfti ekki að bíða á biðstofum eða þyrfti að fá lyfseðla eða eitthvað þess áttar. Og við skulum sjá hvernig forstjóran tókst upp. Gjörðu svo vel. Við erum hérna frá landlæknisembættinu, Guðmundur Sveinsson, læknir. Við erum að gera svona smá könnun á heilsufari fólks í tíðinni núna, upp á síðkasti. Er það blóðpröfa? Það er nú ekki blóðpröfa, nei, ekki nú viljir. Nei, ég vil ekki. En við erum tilbúin að gefa lyfseðla núna í dag, ókeypis, ef það er einhver kvilli sem er hjá ykkur. Ég er bara ekkert lasin, ég veit ekkert um það. Ekkert lasin? Ekki sem ég veit um. Nei, en þú? Þú ert nú greinilega bara alveg þræl trefur. Hún er svona hás. Herru, ég gef þér bara í kvelli lyfseðli í þessu. Tiltuður hann þessu. Það þarf ekki að skoða þig einu sinni. Þetta er alveg greinilegt. Hvað er nafnið? Sonja Sigurðardóttir. Hvað segir þú? Sonja Sigurðardóttir, ekki? Sonja Sigurðardóttir. Já, ég er bara að tala fyrir þig. Og nafnúmer? 83. 27. Hæ? 985. Engin kvilli sem að hrjáir þig? Nei, ekki nú að þynga núna. Þynga, já, herru, viltu ekki bara fá resept við því? Þetta er hægt að sjá þetta strax, sko. Ég er með sérfræði prófskælisveit á Indlandi, þannig að maður les það bara, læri það þar og les það bara út úr augunum og sjúklingunum, sko, hvað er aðeins. Þannig að það er engin vand að sjá þetta, sko. Nei. Þetta ekki hissa á því? Jú, ég held það. Já, þú er ekki heyrt um þetta? Nei, aldrei. Þetta er alveg nýtt, sko. Alveg nýtt, sko. Það er ekkert ólíklegt að maður nái sér bara í Nóbelsverðlaun jafnvel út á þetta. Næst, sko, vegna þess að það er ekki nýjung og bylting, sko. Já, þú veist að það þarf að taka röntgenmyndir venjulega, sko. En nú er bara augun. Ég finnst einhvern veginn svo augunum á þér að sitja allt í lagi. Þetta getur verið pupilla erectum. Það er svona stækkandi augasteinn. Ok, svo. Gangið vel. Herru, þetta verða 500 krónur. 500 kall reseptið, sko. Þú fær lyfið ókeypis. Ég var að borga þetta. Já, það kostar alltaf að fara til læknis. Útbjörsi. Útbjörsi. Já, þú ferð á 200 hundi. Nei. 100 kall? 100 kall? Nei. Heyrðu, það máttu bara eitthvað. Máttu bara. Hvað er það? Kanna heilsufar fólks. Ertu komin í það? Já. Ertu í teppunum? Jú, ég hef náttúrulega kláraði læknisfræðina á þessum tíma líka. Helviti slíin. Ég sver það. Nei. Ég sver það. Til dæmis eyrnabólga, sko, hún geti verið skammt undan sínum sér, sko. Mér sýnist það öllu, sko. En við erum nú að gefa resept, sko. Það er ekki áhuga á því að fá eitthvað við þessu. Já, þetta er bara jarðarberjasaft með alkohól úti, hún er mjög góð. Já. Mjög góð við þessu, sko. Það er eitthvað þykk saft, jarðarberja, og þú setur út í þetta svona 2-3 vodkasnapsa. Nú, já. Og þetta virkar alveg eins og sko. Já. Þú dælir því sko ekki í eyrun, þetta drekkur það bara. Já. Og eyrnabólgan, hún er alveg bara fíkur út. Það er ekki til að reyna þetta? Og ef þú veist... Þetta hérna eða það? Nei, ég gef þér seðil á það sko. Apótekið? Já, nú ef þú vilt láta hverfa samdægus, þá setjum við einni viski í viðbót úti. Blindfullur? Það er misjafnt hvernig þetta virkar á fólk sko. Það hafa margir orðið ánægðir með þetta sko, sem eru búin að taka þetta kannski í viku tíma þegar við fara að líða helviti vel á mánudegi sko viku seinna. Það er ekki alltaf að líta þessu? Ég held að það sé nú bara einstaklingsbundið. En ef við ekki skrifa bara á því resept, þá tekur þú bara svona eins og 2 glös í einu. Já, það er sem sagt, já, þetta er bara venjulegt mjólkurglas, það er jarðarberjasaft með 2 vodka úti og 1 viski. Sturtar þessu í það á morgnar og kvöldin. Og til þar. Já, heilu glasi? Já, heilu glasi. Og hvað er, ég veit ekki hvað er... Ég veit ekki hvað er þarna snafs, nei hvað segir þau? Já, það er eins og svona. Bara smá? Já, þetta er ekki mikið. Þetta kostar 1000 kall, receptið. Já. Er þú átt fyrir því?
Það gerir það ekki til hvað áttu? 600 krónur. Nei, ég gef þér þetta bara. Þú ert svo helviti almennilega, ég gef þér þetta bara. Já, nei, verður ekki þetta. Þetta er bara peningana. Við erum með það gott kaupið sér læknar og það skiptir engum máli. En ekkert líkamlegt, ég minna það. Ég vil helst bara sofandi. Já, svefndrungi. Og hefur ekki gert þess að rífa hann upp úr því? Nei, ég... Draga hana fram á rúmur eða skvett á... Þú veist lifandi fegin þegar hún fyrir að sofa. Já. Þú er ekki skvett á hana. Já, og við þökkum þessum forstjóra Jóni Karlssyni fyrir frábæra frammistöðu þarna í læknisleiknum og allir viðmælendur hans tóku þessu mjög vel og sömu sögu verður örugglega að segja úr læknastéttinni. Þeir verða nú ekki reiðir við okkur þó við gerum svona smá örlítið saklaus grín. En þá er komið að næsta tónlistarviðburði hér og það eru strákar frá Skagaströnd, eldhressir og skemmtilegir. Þeir sigruðu í fyrra í músíktilraunum Tónabæjar og Bylgjunnar og vöktu þá strax mikla athygli, kalla sig Jójó. Nú, þeir ætla að syngja okkur í kvöld lag sem þeir hafa nú þegar gert heldur betur vinsælt og það heitir Stælti strákar auðvitað. Jójó, gjörðu svo! Já, og þetta var hljómsveitin Jójó frá Skagaströnd sem söng þarna fyrir okkur lagið Stælta stráka. Og þá er komið að spurningaleiknum. Fólki er enn í fersku minni frábæri frammistaði þeirra Hrafnkels Helgasonar og svo síðan Péturs Þorleifssonar sem svaraði spurningum hálendi Íslands og vissi bókstaflega allt.
Og þá komið að þriðja keppandanum í þessum spurningaleik og gaman að geta boðið upp á það í þetta skiptið að hann getur fengið óvenju glæsileg verðlaun. Það hnattferð fyrir svona 10 til 15 að fara að ráði og auk þess eitthvað að bílum. En nei, það var nú eitthvað svona lítið minnivilna, ég segi kannski ekki alveg marga bíla, en nokkra kannski. Og þessi maður, hann hefur sérhæft sig í bandarískum og íslenskum kvikmyndum og er sérstaklega ánægð að fá hann hingað í sinn fyrsta þátt og við bjóðum hann velkominn, Dýrleifur S. Mokk. Blessaður og velkominn Dýrleifur. S. Mokk. Já, nú, ég mun nú leggja fyrir því spurningar af þínu sérhæfða fræðisviði sem hvað? Bandaríska kvikmyndir engum og svolítið íslenskum kannski. Já, en áður en við hefjum leikinn þá langar mér nú til að forvitna svolítið þína hagi. Já, jú, það var þannig sko, 1957 þá ég í fegurðarsamkeppninni Herra Reykjavík í Tívolí í vetrargarðinum. Já, og hvar varstu í röðinni? Hvar var ég í röðinni? Já. Ég var þriðji frá hægri. Þriðji frá hægri? Já, framan frá. Já. Á hópmyndinni sko í mokkanum. Þú varst þá ekki kjörinn Herra Reykjavík? Nei, en ég var kjörinn af hinum strákunum í hópnum vinsælust í félaginn. Ég veit nú ekki af hverju eiginlega. En það var þannig að upp úr því þá förum við að sýna föt fyrir til dæmis Álafoss og svona ýmislegt, Sláturfélag Suðurlands og svoleiðis. Nú að ég sýndi mikið til dæmis með stelpunni, hvað heitir hún á mínu reki, þessi stelpa sem hann frammi, hvað heitir hún, þessi háast? Elsa. Elsa, kærastan þín? Nei. Jú, varst að kissa hana frammi? Nei. Er hún ekki kærastan? Hún er ekki kærastan. Það hlaut að veist að mér hans hún full flatbrjósta fyrir þín spekkan. En voru þið að sýna þá ullapeysur eða hvað? Hvað séu að sýna ullapeysur? Nei, við vorum aðlega að kynna svona íslenska varning og okkur var boðið einmitt til Hollywood til þess að sýna íslenska varning. Og hvað voru þið að sýna þá? Við vorum að sýna svona súrt slátur og svona ýmislegt svona. Sviða kjamma og svona einstaka sláturkepp og svona, kælu og svona. En fékkstu eitthvað skemmtilegt að gera? Já, upp úr þessu þá nefnilega kynntist ég umboðsmanninu mínum og hann bauð mig til Hollywood og sagði að framtíðin bara lægir hreinlega beint fyrir frá mig eða þannig, eitthvað svoleiðis. Já. Nú, hvernig tók kvikmyndastjörnunar í Hollywood? Þú flytur þangað? Já, ég flytt þangað og fæ strax mjög skemmtilegt jobb og þar kynntist ég strax mjög frægum stjörnum í kvikmyndabransanum. Já, eins og? Ég fór sko, fyrst var ég stöðumælaverður sko. Nú? Já, og þá kynntist ég mörgum, ég sektaði margar heimsfræga kvikmyndastjörnur, alveg hreint mörgum sinnum á dag. Þannig kynntist ég til dæmis Ronald Reagan, ég sektaði hann oft, fyrir menn þá vinir. Ég ofta að sekta hann svona í laumi. Tóku stjörnuna þessu vel að þú værir að sekta þær? Já, ég gerði það nú, það gerði það yfirleitt, svona yfirleitt. En ég man einn brjálaðist alveg, hún meiri sér beit mjög löppina. Hvaða kvikmyndastjörna? Það var Lassie. Nú, en það leið náttúrulega ekki á löngu og þú varst komin á kaf í kvikmyndabransan ef ég maður rétt og farin að umgangast frægt fólk. Frægt fólk, bara eins og jafningjar. Já, ég var til dæmis, ég var daglegu gestur hjá Paul Newman. Er það virkilega? Já, ég skúraði hjá honum. Já, og upp úr því þá kynntist ég til dæmis 1960, þá kynntist ég frægri kúrekastjörnu sem ég borði oft með í hádeginu. Já, frægri kúrekastjörnu segir, var það þá Roy Rogers kannski eða hvað? Roy Rogers? Nei, næstu bara við Trigger. En segðu mér Dýrleifur. Já. Mér er sagt að þú hafi búið í sérlega glæsilegu húsi í Beverly Hills í Hollywood. Já, á tímabili þá leigði ég mjög glæsilegt einbýlishús með frægum grínleikara. Já. Það hefur kannski verið þá bara Chaplin? Chaplin? Nei, Guð og Gokki. Guð og Gokki? Já, hann sagði nú ekki mikið allan tíma greið, hann var á þöglumyndunum sko. Nú, en Guð og Gokki býtu við, þeir voru tveir, Guð og Gokki. Nei, hann var alltaf eitt þegar ég var með honum allavega. Guð, sko. Þeir voru tveir, Guð og Gokki, já. Já, voru þeir tveir? Já. Já, það kann að vera. Hann var alltaf eitt þegar ég var með honum allavega. Nú, en segðu, þú segist að hafa leikið í vinsælum sjónvarpsþáttum. Já, ég lék til dæmis í Dallas. Nú? Það var að síðan sem ég gerði ári flutninga heim, þá lék ég í Dallas. Lékst í sjálfu Dallas? Já. Hvað lékstu þar? Ég man ekki eftir að sé þið þar. Manstu ekki eftir að sé mig? Nei, það er ekki von, ég var stöndmaður. Áhættuleikari? Áhættuleikari. Ég var áhættuleikari fyrir eina aðalstjörnuna í Dallas. Nú, kannski fyrir Jóðir? Jóðir, nei, fyrir Sue Ellen. Hvaða áhættu atriði lékstu fyrir Sue Ellen? Ég lék til dæmis öll nektaratriði fyrir hana. Það fór í sturtu og svona. Svo lék ég til dæmis mikið fyrir hana, til dæmis allt þegar hún var full, þá lék ég fyrir hana. Og eins þegar hún var á hælinu og svona.
Svo leik ég náttúrulega alltaf fyrir hana þegar hún þurfti að tala. Já. Jæja, Dýrleifur. Nú ertu komin heim til Íslands eftir 32 ára fjarveru. Hvað ertu að vinna núna? Ég stöðumælavörður. Back to the old job. Og ég vinn aðalega hérna fyrir utan sjónvarpi og sekta frækt fólk. Þú ert ekki á grænu hondunni hérna sem var fyrir utan það? Nei. En þá bara að vinda sér í spurningarnar. Gerum það. Það er allt tilbúið. Og það er á þínu sérsviði. Bandarískar og íslenskar kvikmyndir. Akkurat. Ég sagði fólkinu hérna frá glæsilegum velunum. Nattferð fyrir 10-15 manns. Akkurat. Og ég ætla að hafa þetta þannig að ég ætla að spyrja fyrstu spurningarinnar og síðan mega áhorfendur hringja inn og spyrja. Og þú átt kost eins og þetta á glæsilegum velunum og þá spyr ég að fyrstu spurningarinnar. Gjörðu svo skan. Já. Hver fór með hlutverk Dóróteu litlu í söngleikja kvikmyndinni Galdrakallinn í Oz? Ég svo litlu krakkarnir. Galdrakallinn í Oz. Já, segðu þetta aftur. Hver fór með hlutverk Dóróteu litlu í kvikmyndinni Galdrakallinn í Oz? Býtum við. Það var hérna Baldur Brjánsson. Nei, Rock Hudson. Nei, það var ekki Rock Hudson. Það var víst Rock Hudson. Víst var það hann. Það var Judy Garland. Judy Garland, nei. Rock Hudson byrjaði að leika þetta hlutverk, hún tók við á honum vegna þess að hann var rekinn vegna þess að hann neitaði að vera í pilsi. Þá tók hún við. Láttu mig þetta. Næstu spurningu. Já, við skulum þá frá einhverjum áhorfandi. Er einhver á línunni? Já. Ég er hér með eina spurningu. Já, gjörðu svo vel. Hver var eftirsóttasti kvikmyndaleikarin í Hollywood á árunum 1940 til 50? Já. Eftirsóttasti kvikmyndaleikarin á árunum 1940 til 50? Já. Ertu með einhvern sérstakann í huga? Já. Veistu, það var engin eitt sérstaklega vinsæll á þessum árum, þannig að það er ekki að svara þessari spurningu. Jú, víst, það var ákveðin kallleikari vinsælastur í Hollywood á árunum 1940 til 50. Já, 40-50 er þetta að meina hann, já það var Ronald Reagan. Nei, hann var ekki eftirsóttasti kvikmyndaleikarin í Hollywood. Hann var víst mjög eftirsóttur. Já, af hverjum til dæmis var hann var eftirsóttur af mjög mörgum. Já, til dæmis hverjum? Til dæmis skattalögreglunni. Það var engin leikari í Hollywood eins eftirsóttur af skattalögreglunni eins og Ronald Reagan. Ég ætti að vita það, ég þekki hann. Ég þakka þér kærlega fyrir. Fleiri spurningar? Fleiri spurningar. Nei, þetta gengur, þú veist ekkert kvikmyndir. Ekki þú heldur? Nei, ekki. Þú er bara asnalega spurningar. Já, þú er bara búin að tapa þessum flugmiða. Þessum flugmiða? Þessum mér sé ekki sama. Þessum mér sé ekki sama, þá ég tapa þessum flugmiða. Mér er sko alveg sama. Heldur mér sé ekki sama? Jú, mér er sko nákvæmlega sama. Þessum mér sé ekki anskotast helvits djöðspil og svo saman. Jú, mér er sko nákvæmlega sama. Því ég tap í þessum helvits djöðspil og miða. Mér er sko nákvæmlega sama. Heldur mér sé ekki sama? Jú, þetta er mér nákvæmlega sama. Mér er sko nákvæmlega sama. Mér er sko gjörsamlega sama. Ég ætla bara að láta það vita það. Og þetta hérna er handað þér. Stöðumælasekt. Hvað er þetta? Stöðumælasekt. Þú lagði bílðinum inn í eldhúsið druslæði. Já, og þetta, hann fjallur bara í upphafi þessi. Og nú vil ég fá ábendingar einhverja sem að hafa sér svið, eitthvað þjóðlegt og ábendingar það. En þá heldum að víkja örlítið að máli málana, kannski, hjá mörgum. Og eftir halvan mánuð að þá er svonefndur bjórdagur á Íslandi. Margir bíða þess dags í óþreyju. En hvað gerist þá? Það veit náttúrulega enginn. En ef miðað er við Dani til dæmis, þá er óvíst hvort að við tökum með sömu siði og þeir. Þar sem eru 4 Danir, þeir segja þetta sjálfur en sjálfsagt. Þar sem eru 4 Danir ekstra að vinna, þar er alltaf einn að ná í bjór. Nú, bjórinn getur áreiðanlega gert mörgum gott og öðrum ekki, það skiptir ekki höfumáli, en hann er á leiðinni. Og eitt er víst að umferðaráð ásamt mörgum öðrum hafa býsna miklar áhyggjur af því að fólk álíti bjórinn ekki mjög hættulegan þegar að bíll er annars vegar. Og hvað var þá gert? Þá var kallað á bjargvættin úr Smáibæjarhverfinu sem að er alltaf haft samband við, þegar mikið leikur við. Þegar íslenska landsliðið fór Ólympíuleikana var haft samband við bjargvættin. Þegar að þarf að senda gott lag í söngvakeppni, bjargvætturinn. Og núna þá þarf að minna fólk á að við erum ekki að aka mikið, að þá var hringt í bjargvættin. Er það hann er komin? Valgeir Guðjónsson. Valgeir, þú býður náttúrulega spenntur eftir bjórnum eða hvað? Já, ég geri það. Hvernig heldur þetta að fara í okkur Íslendinga? Bjórinn? Já. Mjög svipað og í aðrar þjóðir. Já. Ég hugsa
ef að fólk drekkur úr mikinn bjór þá verður það drukkið, ef það drekkur passlega mikinn bjór þá verða þeir kátir og ríkið græðir. Þetta verður ágætt. En þetta lag sem að þú varst fengið til að segja mig, ég nú sannfærður það að það verður ofarlega á vinsældalistum, en innihaldi, það að segja textin. Já, þetta lag er þannig til komið að mönnum finnst svona nokkuð sennilegt að landinn svona, já, freistist til að fara heim á bílnum þegar hann er búinn að fá sér nokkra bjóra. Maður drekkur nokkra bjóra og maður er ekkert fullur og fer heim á bílnum og svo er maður tekinn og þá er ökuskírteinið farið. Þetta er svona á að vera einhvers konar áminning til fólks það að hugsa sig tvisvar þegar að lykillinn er að smjúga inn í þar til gert svona hólf í bílnum. Þá bresta menn allt í einu söng og byrja að syngja þetta lag. Ég held ég gangi heim, stíga síðan út úr bílnum og ganga syngjandi út í náttmyrkrið. Þetta er mjög einfalt. Þetta er frumflutningur á laginu og eiginlega að gefa hann hressilega klapp. Og ég ætla að reyna að fá fólki hér í salnum til að taka aðeins undir með mér. Og ég mun syngja hér byrjunin á laginu og síðan brestur salurinn í söng, þróttmikinn söng. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Og ef ég mætti nú fá að sjá hér bæði Reykvíkinga og vini mína frá Seyðisfirði syngja hér af áfergju þetta lag. Og við skulum telja á norsku því að austfirðingar skilja það. 1, 2, 3. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Alveg skothelt kvöld og skemmtilegt fólk sem skálaði öllu öðru en mjólk. Kjálkaliðnum kjöftuðu sig allir úr og Indriði var orðin alveg hrikalega klúr. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Aðeins þetta. Held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Tvíburarnir æfðu í sófanum svig og sungu lög eftir Bubba, Megas og mig. Milliraddir flæddu úr munnunum út og Matthildur lék undir á tóman flöskustút. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Laufey er að hringja á leigubíl og mitt losna sem fyrst við þennan skríl. Eysteinn vildi ólmur aka af stað en amma gamli kjallaranum bannaði honum það. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Allir hlutir enda og eins þetta kvöld. Allur bjórinn búinn og pizzan skítköld. En bíllyklarnir eru enn á sínum stað. Og það er nú það, það er nú það. Og allir saman nú. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta er búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Og
og við ætlum að hækka lagið, þetta hefur verið í G-dúr hjá okkur. Við ætlum að hækka lagið upp í A-dúr rétt strax. Ég vil biðja fólk sem situr heima að hækka aðeins í sjónvarpstækjunum. Við ætlum að doka aðeins við meðan fólk stendur upp og hækkar aðeins í tækjunum. Starfsmenn Brimborgar ætla að setjast á eintak af bókinni Jag elskar mín Volvo. Og hækkunin núna að eiga sér stað allt land. Þetta ákveðið álag á rafmagnskerfið en menn eru öllu vanir eftir rafmagnsleysi daginn. Og við förum og við teljum 1, 2, 3. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta búið að vera eitt brjálæðislegt geim. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Takk. Já, hann engu líkur, Valgeir Guðjónsson og þetta lagið hans, Ég held ég gangi heim. En þá við komin að brandarakeppnin okkar. Það þeir nú senn að draga til úrslita í þessari brandarakeppni. Það þýðir ekki lengur að senda inn myndbönd með bröndurum, það komin það mikið. Og nú fer sem sagt að draga til tíðunda í þeirri keppni. Það eru samt þó nokkurir sem eiga eftir að birtast og röðin komin að bröndurunum í kvöld. Gjörðu þið svo vel. Góða kvöldið. Ég með nýgaldra drifsmjörssáðu á það. Ég ætla að gera eitthvað að bangsa. Ég ætla að fá einn sjálfbólið þarna úr salnum. Sig hann að takk fyrir. Já, Sig, hvað við hérna nú? Ég ætla að gera sjálfbólið. Núna er þetta hættulegra. Nei. Þú ætla að láta þið standa algjörlega kjuran. Alveg ekki við þig, það ekki reyða neitt. Ég ætla að gera alltaf galdra og láta þig hverfa. Hamra! Sko! Þetta virkar alltaf góður áhörundur. Alltaf! Stöðvaði bílinn í lagana nafni. Hvað heiðir það borgara? Á hvað hraðast þú, góði minn? Heldur ekki hægt að keyra maður? Það svo mikla ójöfnur á veginu. Rukkari nokkuð frá útvarpinu ferðaðist og skráði niður viðtækjumanna. Hann kom í hús nokkurt á Bíldudal og spurði eftir húsbóndanum. Nei, sagði húsfreyjan, hann fram í kirkjugarði. Maðurinn snarast fram í kirkjugarð og hittir kirkjugarðsverðin. Ég þarf að tala við hann Ólaf Bjarnason, sagði rukkari. Kirkjugarðsverðurinn tók skóflu sér í hönd, rétti rukkari og sagði, já, gjörðu svo vel. Hafðir aðeins 3 álnir niður til hans? Þetta mun vera Reykvíkingur. Þetta eftir Flateyringur? Þetta Keflvíkingur. Bolvíkingur. Ég húsvíkingur. Ég bíldælingur. Já, og þetta voru svona með þeim síðustu af þeim bröndurum sem við sýnum af myndbandi. Og þá rétt að vekja athygli á næsta þætt okkar, þó að sé nú ekki alveg búinn þessi, að hann einmitt ber upp á 1. mars, bjórdaginn, og þá ætlum við að gera eitthvað heljar mikið sprell hér í sjónvarpssal í beinni útsendingu. Engin veit hvað þá gerist, en við ætlum að reyna að fá einhverja útlendinga í heimsókn og þá verður mikið dýrðir. Skora okkur að vera með okkur 1. mars þá kvöldið, búin að koma ykkur vel fyrir. En það verður ekki heldur farið fram hjá neinum að Michael Jackson æði hefur verið allan heim. Hann fór í... Já, svona. Hvað nú? Sagður Michael Jackson? Já, fáðu sæti. Báti mitt. Færðu þig þarna? Það alltaf sama. Nú. Ertu ekki að læra þetta? Ég var að segja. Ef það kemur dama, þá það færið þú og segja, gjörðu svo vel. Já, þú var svo vond á það. Fyrir
Já, hvað var þetta? Skila lyklinum Þú skila lyklinum, ölska minn, ég bara láta það fá hann aftur. Já, ég satt henni í umsla, hann fram á síma og getur náði henni eftir. Þú segi ekki eftir. Já. Já, nei, verð ekki að taka þetta. Veistu því, ég var bara svo æst. Maður verður svo æstu stundu, þú veist hvernig þetta hemmi. Ég hef nátt séð æstan. En það út öðru. Ég var að tala Michael Jackson æði. Já, Michael Jackson, ég heyrði að tala hvað ég varð að koma inn, veistu það, Michael Jackson, veistu, ég held svo mikið um Michael Jackson og eitt strákur sem ég þekki líka. Já, hann heldur æðislega upp á hann, lítið strákur ég þekki, frændi minn, Þórhallur Lilli. Já, hann Latti. Já, ha? Hann Latti. Nei. Það er fíbl, ertu við? Heldur hann hafi vitað svona lögur? Nei, Þórhallur Lilli er svona hans. Já, og hann hrifinn með Michael Jackson. Alveg svona. Sérðu líka fötin, af hverju getur ég ekki verið í svona? Hver heldur að hanna þetta? Hver gerði það? Þú? Já! Á Michael Jackson? Já, það munum misti ekki sauma þetta sjálf. Ég átti að sauma á nærbuxur, ekki nærbuxur, skílu svona, þú veist svona. Já, ég var búinn að teikna þetta, það var allt stólið frá mér. Nú? Já! Ég var bara að gera, ég var bara að hringja hann og allt. Og hvað? Já, hann bara miskildi mig. Nú? Já, ég er bara ekki nógu góð í enskunni svona. Já, þú veist hvernig þetta er. Talar við hann sjálfan? Já, hann Mike. Já. Hvað heldur ég þekki hann ekki? Mike, það er síminn til þín. Ég ætla að biðja hvað? Ég ætla að biðja að koma hingað. Mike sjálfan? Já, það fyrir ekki mikið, ég reyndi að fá hann hingað sjálf. En bara málið er það að hann gata ekki og þá fengum við hollending sem heitir Peter. Hollending! Það er síminn til. Hvað er að gera? Guð minn og mótur. Það er skattar nöglan. Er þetta hín? Er þetta Michael? Er þetta Mike? Býður einhver meiri háttar strákur eftir þið frammi. Já, þetta kann ég ekki við. Það er Michael Jackson! Þetta var Björn Emil sem var að hringja. Býður hann eftir mér? Nei, það er einhver strákur meiri háttar. Láta hann koma inn, láta hann koma inn. Það er Peter van der Meer. Hann er sérfræðingur í að... Já, hann er svona eftirherman. Er hann eftir mér? Nei. Já, hann er býður frammi. En ég fekk hann til að koma hingað til þess að gera eitthvað fyrir okkur. Og fyrst að Michael Jackson gæti ekki komið, þá kemur Peter van der Meer. Peter van der Meer. Peter van der Meer? Já. Peter van der Meer. Hann er frægasta eftir Hermann í Hollandi. Eftir Hermann? Já. Eftir þig? Nei, eftir Hermann. Við skulum það bara fá hann hérna beint í æð. Peter van der Meer. Og fáum hann bara Peter van der Meer frá Hollandi, gjörðu svo vel.
Hvað sætur? Já, hann er ekki frábær. Jú. Þetta er sá sem nær honum, svona fyrir næst, Michael Nær Jackson. honum hvert? Nei, Michael Jackson. Michael Jackson? Já. Nei, nær honum enginn. Bjössi Emil sagði að hann býði eftir þér frammi. Við skulum bara hætta þessu. Býður eftir mér? Já, ég er komin. Guð, hemmi, komdu með mér. Veistu, ég er svo hrættur við þess að litaða fólk, þetta litaða fólk. Komin bara í hálfgerða fíl út af þessu. Ég er komin í Nei, hálfgerða veistu, ég er svo hrættur við þetta fólk. Já. Nei, ég segi einu svona. Guð, bara að fylgja mér heim. Gerðu það, hemmi. Heyrðu, en þá... Hvað er nú? Þú að skipta þér að þessu En hana. hemmi búinn að fá útileikjadyril. Útileikjadyrlinn? Hann er fram á síma. Matti að skipta sér að þessu. Já! Asnalegt bara. Ég ætla að þakka öllum listafólkinu sem kom hérna fram, sérstaklega sem kom allavega frá Hollandi, sá frábæri Pieter van der Meer, og ég ætla að þakka ykkur sem voru hérna í Sjónvarpssal frá Brynborg og frá Seyðisfirði, skólakrökkunum sem lögðu á sig langa ferð til að vera með okkur hér í kvöld, og fyrst og fremst ykkur sem heimasátu og fylgdust með okkur. Ég held að verða örugglega þess virði að vera með okkur að halvu mánuði liðnum á sjálfan bjórdaginn, þá verður allt þá er ég sennilega að bera þig hingað inn, Elsa mín. Ég þurfi ekki að bera þig frekar. En farið varlega, passið ykkur á kuldanum, myrkrinu, passið ykkur á bjórnum, þá fyrir ykkur eins og fyrir mér, þið missið á honum, en verið hress, ekki stress. Bye bye, bless, bless. Guð bless ykkur öll, góða nótt.